Jæja, þá ég hérna með aftureldingakonurnar Saharínu og Fjólu með mér. Til hamingju með sigurinn, stelpur. Ég ætla nú reyndar að byrja á því að veita þér, Saharína, viðurkenningu. Þú varst valinn maður leiksins í dag. Þannig að við erum hérna með verðlaun fyrir þig frá Aldís. Nice. Já, og þú stóðst þig vel og skoraði 20 stig í leiknum. Ertu ekki bara sátt með þetta? Já. It's not important to make the most points. We are a team and have to play like a team. This is not. Yes! Segir eitthvað. Þú verður að tala. Ekki ég. Það mikið rétt hjá þess aðherina. Þetta náttúrulega snýst ekki bara að skora flestu stigin. Þið spiluðu sem góð liðsheild. Fjóla, varst þú sátt við leikinn í dag? Já, ég myndi segja að við vorum miklu betur stemda fyrir þennan leik. Það var allt önnur stemming fyrir leikinn og einhvern veginn bara, við ætluðum svo miklu meira að vinna núna heldur en á laugardaginn. Þá vorum við, ég veit ekki, það var miklu betur stemming og það það sem skóp sigurinn í dag, sem myndi ég segja. Já, mikið rétt, en haldið þið að það hafi svona komið bara einhver smá hrollur í ykkur hérna í leiknum á laugardaginn? Jafnvel svona, já, þetta var einungis í annað skipti í vetur sem að þið spilið 5 hreinu leik. Já, alveg pottitt. Já, það gerði það. Maður getur ekki sagt nei við því. Já, ég held að þetta verði ákaflega spennandi og það verður gaman að sjá hvernig næsti leikur verður og hann á heimavelli ykkar. Já, í Mosó á 5. daginn, sunnudaginn 1. Við hvetjum ykkur til þess að fjölmenna í Mosfellsbæinn á 5. daginn og þökkum Fjólu og Saharínu kærlega fyrir og til hamingju, stelpur. Takk fyrir.